Smá esinn og kalli unga manninum. Nú komið að nokkuð skemmtilegri stund, skal ég segja ykkur. Nú ætlum ég að leyfa ykkur að sjá nýjasta leikvangi mitt. Okkur þessir tæknikallar erum svolítið mikið fyrir leikvangin, eins og þið vitið, og tæknikallar, já, kannski það, allir maður get ekki sagt það. Hér svolítið merkilegt. Þetta allavega svolítið þungt. Þetta skal ég þér segja. Þetta hvað skal ég segja. Svona. Svona, tæki, þú kannast þetta. Þetta fjárstýring. Þráðlaus mikrofón. Og þetta mótstykkið. Og við þennan getur þú tengt 2. Svo ertu með þessa fínu tösku hérna. Og þessi hérna þá hinn. Það sem sagt, nú get ég haft annan með mér í spjalli ef ég vill það. Og notast við þessa fínu græju í þessum fína kassa. Og það alls konar hérna með þessu. Þetta mikrofón. En þrautin eftir svo að ég á þetta að tengja þetta allt. Hér snúra, svona tegisnúra. Það má skjóta með þessu öllu, veit ekki hverju ekki. Við ætlum ekkert að gera það. Þetta ekkert leikvang, ef þú heldur það. Þetta grafalvarlegt mál og svo hérna fyrir mikrofónhausana. Hérna skal ég þér segja bröskur. Og það eru fleiri brúskar hérna. Þessi hérna fyrir, annarkvort þeirra fyrir ef þú vilt taka í roki. Þá breggur þessum yfir hérna mikrofónun og þá getur þú verið í brjáluðu veðri við að taka upp. Þannig vindur fyrir okkur þessa tæknimenn ekki lengur vandamál og svo hérna eitthvað sem að ég held að ég að vera hérna. Þetta mikrofónsnúran og hérna ég held hún að vera þar en ég veit það ekki. Ég ætla bara að segja hún að vera þar og þá ætla ég að setja hana hér á endan, sjáðu. Okkur finnst svo flottur endin á þessu. Einhvern veginn finnst okkur alltaf flottastur endirinn. Suma myndir eru þannig að endirinn flottasti kaflinn. En við vonaðum að við séum nú ekki þannig með þetta, að endirinn á þessu verði flottasti kaflinn. Nei, ég held að verði nú alltaf þannig. Svo gerum við þetta svona, setjum þetta og svo setjum við mikrofónu hérna megin við. Þetta svolítið flottur frágangur á þessu, ég var nú að viðurkenna það. Og svo setjum við þetta hérna utanum. Held ég að ég gera þetta svona, ekki dust. Allavega held ég að þetta sé ágætisleið, þá þetta komið svona sko. Þetta verður svona betur en þetta. Og það eru 3 svona litlar kúlur fyrir mikrofónuna, þeir eru reynda bara 2. Þetta hefur ég nú bara aldrei séð áður gerast í sögu svona fjárstýrðra mikrofóna. Maður fær 2 aukaklemmur með. Þetta vil nú svolítið fara þessar klemmur og þá situr maður uppi með ekki ónýtan mikrofón en svona kannski ekki alveg normal mikrofón. Og þetta nú nýja græja mín. Og hér tengillinn fyrir þennan sem tekur báða og þið setja hann hér 1 og hér 2 og svo hengið hann á stikkið, ég myndi hengja á myndavélina, svo fer þetta í hljóðrásturinn, digg og þá getur við sem sagt, þá tekur hann báða þessa hérna, við erum að sína þetta, þú veist að ég tækja dellukall. Nú maður komin í dótakassa sem þú veist að það var maður óstöðandi og þá erum við konum með þennan hérna. Þá færi hinn endan á endin á tækinu. Já, ekki alveg, nei, þetta ekki rétt mig. Nei, þetta ekki rétt. En þess að þú tengir þetta samt svona eins og ég sagði þér. Svo fara mikrofónarnir hérna í og þá virkar þetta allt eins og blómstriðina. Þetta mikilvægur snúra, passaði Konráð að týna ekki þessari.
Þetta er aðal snúran. Og það verð ég að gera, ég má ekki týna henni. Og svo er hérna einhver, þetta er svakalega flotti póka, maður er ekki nokkuð að opna þetta, þetta er svo sterkir. Hér er, opnum allavega neitt, maður þarf að opna þetta allt. Svakalega sterkir pókar maður. Svo er hérna með ónýtt-skæri, það er gott að vera með ónýtt-skæri ef maður er að gera svona. Það var aldrei að vita en maður fær í vondskap þegar það gengur svo illa að opna þetta. Við keppum eftir því, þessir hafðfyrringar, þú veist það. Og þá kemur þessi snúra, þetta er svona bara völ, fyrir eftir hvernig endatengingin er hjá þér. Svo er þetta meira maður, það er alveg hellingur á þessu og það er sama þar, þetta er alveg skelfilega bóki. Þetta hefst með kraftunum, þessi kraftadöllu kallar, við viljum nota þessa krafta. Hafðfyrringarnir við erum svolítið þannig, svona kraftadöllu kallar. Og svo fáum við hérna eitthvað stykki. Held ég veit hvað þetta er. Ef ég get opnað þá er ég óglaður. Skelfilega glaður, býttu við. Þá fáum við eitt svona. Ég man ekki alveg hvað þetta er í augnablikinu. En ég kemst að því. Þetta er allt saman svakalega flott. Þetta er svo mikið af öllu og engu að maður er alveg í vandræðum. Og svo fáum við hérna einni viðbót. Og það er hérna skal ég segja. USB snúra. Er þetta ekki hérna HDM hérna öðrum megin? Hinum megin. Það er ekki, ég held að það er orðið svo marga gerðir af þessum HDM snúrum. Og hérna, jú, ég held að þetta sé HDM. En þú veist líklega alveg hvað er HDM, eða ekki? Þarna er önnur HDM. Þannig að þeir hugsa vel okkur hafðfyrringana sem eru að selja þennan búnað. Og ég segja verð með hann á þessu. Já, ég sé að þú ert alveg ein eyru, þá skal ég segja það hérna rétt strax, ef ég kemur þessu fyrir. Já, þetta kemst allt fyrir hérna. En verðmiðin er alveg bara eitt hlægilegasta dæmi sem ég hef nokkuð tíman heyrt Hann var innan við, 80.000. Ég læt það nú vera. Ég er með hérna svona, mjög góðan, gamlan og nokkuð gamall. Þessi kostaði yfir 100.000. Þetta er mjög gott tæki, en ég held líka að þetta sé mjög gott tæki. Fótóval, ég held að þeir séu að flytja inn bara ágefni fótó fyrir ekki, þetta er fótó. Ég held að þeir séu að flytja inn alveg úrvalsvöru. Og séu með úrvalsþjónustu, þannig að ég eiginlega bara, mér finnst þetta ekkert svo dýrt, þannig að ég skellti mér á þetta, svo var líka ágætt að létta aðeins á pinginu, maður fær í bakið ef maður er með allar þessi pening á sér. Og þannig að ég fór nú bara að æða, mér finnst svo gaman að æða. Ég er í gírnum mínum, eyðslu gírnum, og hér er taskan með öllu komin í. Og svo er bæklingurinn hér, fyrir okkur sem að lesum aldrei neina bæklinga, að við teljum okkur sjálfum trúum að við vitum þetta bara. Þú þekkir þetta, ég er alveg eins og þú að þessu leyti. Við erum ekki mikið fyrir að vera að lesa þessa bæklinga, okkur illa þessa bæklinga. Svo er hérna gamla skjalataskan mín, það er nú saga á bak við hana. Þessi hérna taska geymdi ég í kassettur í Galanda. Fyrst ég byrjaði að segja söguna, skulle ég bara klára hana. Og ég kom inn í svona hótel, þá var ég á sjónum. Hún er orðin svo mjög gömul þessi taska. Og ég skráði mig inn á hótelið, svo kemur þjónn. Og daman afgreiðslutan kallaði í þjóninn og viltu ekki bera þessa tösku hérna fyrir herran, upp í herbergið. Hún er ábyggilega haldið að ég væri stórríkur höglmaður. En sann að sagna þá átti ég ekki eyri í vasanum. Ég gat borgað þetta ágæta herbyggi og ég gat fengið mér eitthvað einaðar pulsur og það bjargaði öllu að ég var að fóra sjóinn daginn eftir, þannig að það skipti ekki máli. Ég svaf nóttina upp á þessu flotta herbyggi á Akureyri og svo fór ég bara út á sjó. Þá fór maður að fá peninga auðvitað og þannig að þetta var ekki vandamál. En peningar voru ekki í þessari fallegu tösku. Ég held að það hafi nú verið kassettur í henni þá. Ég var alltaf með kassettur með mér. En mér hefast þetta mjög fyndið.
og ég veit að þér finnst það líka fyndið. Þetta var nú bara svona garnitúr til þess að monta mig aðeins af leikföngunum mínum, en svo ég ætti að koma þessu öll í samband og það getur orðið þrautin yngri. Þannig að þið ætla að biðja mig inn í það með mér og svo bara segi ég bless.